Við erum stödd hérna í ykkar rými þar sem þið haldið árlega flugeldasölu. Geturðu sagt mér aðeins hvernig þetta fer af stað? Já, það er bara að byrja á því að við þurfum að náttúrulega tæma rýmið. Þetta er náttúrulega bílageymslan venjulega og fer náttúrulega hellingsvinn í það að stilla upp hillum og svona og koma búnaðinum annar staðar fyrir á meðan, þannig að samt við séum útgaldshæf yfir tímabilið. Merkir eitthvað mun í ár og fyrri ár núna í sölu? Nei, þetta er bara svona standi í stað. Það hefur verið pínu umræðu sölu flugelda björgunarsveitanna og þeir sem ekki kæra sem að skjóta upp flugeldum, þeir geta verslað eitthvað annað hjá okkur, eða ekki? Jú, það er skjótu rótum. Geturðu sýnt mér hvernig það lúkkar? Herru, hvað erum við hér? Rótaskott? Rótaskott. Kemur í svona fallegri pakkingu. Þannig að gróðursetja, sem komir einhverjum samningur að gróðursetja hérna við seljum. Já, þá ef ég til dæmis kaupi rótaskott, og þá verður andvirði þessa sett niður sem tré. Í tré. Já. Og það er svona átaki þannig. Já. Hvað kostar svona rótaskott? 4 og 4, veist. Og þetta seldist uppi fyrir það ekki? Jú, þetta kláraðist. Hvernig er staðan á rótaskottunum núna? Það er meira til, heldur en áður. Þannig að það var sett aðeins meira búður í þennan pakka. Þess að bjóða upp á annan valmöguleika. Aðeins að þessari flugeldasölu. Nú er þetta stærsta fjáröflun björgunarsveitarinnar á árinu. Hversu þýðingarmikið er þetta fyrir ykkur? Þetta er náttúrulega bara mjög stór partur af því að við getum sinnt bæjarbúum með útköllum og annað, óveðursútköll og annað. Og þarna kemur eldsneytið og búnaðurinn sem við notum. Kemur úr þessum ágóða. Þið eru með aðrar fjáröflanir eins og með sölu á neyðarkallinum. Er það eitthvað í samanburði við þetta? Jú, hann er mjög stór þáttur líka en náttúrulega ekkert í samanburði við þetta. Þetta er náttúrulega töluvert meira. En fyrir litlu, yngstu kynslóðina, eru það aðalega bara blísinn eða er með eitthvað annað? Það eru 9 stjörnuljósin og svona. Já, það eru hjartalaga? Hjartalaga og hringlaga og svo erum við með samkomulag við eina menn hafa séð kannski á útihátíðum partívagnin. Fáum hjá henni svona ljósadót. Það er fyrir þá krakka sem eru smekir við eldinn. Það er eitthvað fyrir alla sem sagt? Já. Og svo erum við náttúrulega með heyrnarhlífarnar fyrir krakkana og svona þeir sem eru hrædd við hljóðið. Það er gríðarleg munur þegar þeir eru að nota þetta. Það er hægt að nota þetta á íþróttaviðburðum og annað líka. Er eitthvað sérstök ráð eða eitthvað ábendingar sem það hafi til þeirra sem eru að skjóta upp flugeldum? Það er bara að koma að versla hér, hafa það örugt, fá gleru, við verðum frí hér. Það er svona átak hjá okkur að gefa gleru með öllum. Við rökkum ekki fyrir það. Þannig að, fara bara varlega.